Elías Kristjánsson. Elli, þú ert sáttur? Já, mjög sáttur. Mjög sáttur, sko. Þetta hlaut að koma. Mér fannst þess að seinasti leikur hefði ekki farið eins og við vildum, sko. Hann var alveg stólið á okkur. Elli, við leidum alla leikin og vorum stundum að ná 15-16 stiga á fórskoti, en Valsmenn þeir komið tilbaka í fjórða og síðasta leikluta og gerðu harða hríða okkur. Já, ég meina þeir eru mjög gott lið. Það er ekki langt síðan þeir voru bara í fyrsta sæti og eru í öðru sæti núna, þannig að það eru töff lið og við þurfum bara að halda þessu allan leikinn sem við gerum. Ég sá einhvers stað skrifa á netinu að Dóri hafi auglýst eftir því að hann hafi gleymt tannbustanum fyrir sunnan og þess vegna yrði að vinna hann að leik til að koma á suður. Þetta gekk eftir. Já, hann vinnur A4, hann getur ekki keypt sér nýjan, þannig að hann þarf að fara suður og sækja gamla. En hvernig fannst þér leikurinn svona heild? Þú varst með glimrandi leik, þú varst með 10-12 stig eitthvað svoleiðis? Já, þetta var fínt. Við vorum bara allir að spila mjög vel og þetta bara, spilaðist eins og við vildum. Við bara lögðum upp með ákveðna hluti og þeir gengu eftir núna. En núna er 8 leikur í Reykjavík, þannig að nú er allt eða ekkert og þið færi náttúrulega sögur ekki með neitt annað í farteskinu en að vinna. Já, ég meina nú er bara dugað að drepast. Við ætlum ekki að sitja aðra leið norður með tap á bakinu og sérstaklega svona sorglegt, þannig að við komum tilbúnir og ætlum bara að gera allt. Duga að dreipast 50-50, ekki dreipast? Nei, við ætlum að vinna þetta. Elli, ég segi bara takk fyrir skemmtinu kvöld, þetta skemmtilegu leikur og fara og fagnaði með strákunum. Já, takk fyrir það. Ég ætla að þakka öllum áhorfendum fyrir að koma og vonandi vinnuðu næsta leik og geta komið ennþá fleiri. Já, við verðum að einmitt að nefna það að áhorfendur voru mjög flottir í kvöld. Já, mjög flottir og enn og aftur þakka Pappko fyrir að bjóða öllum, það hefur greinilega gert eitthvað. Og við kaupum klósettpappír og annað frá það núna? Já, allir að kaupa skeini frá Pappko. Elli, takk fyrir. Já, takk fyrir. Bjarki Ármann Oddsson, þú brosir rétt núna. Já, þetta var flottur leikur hjá okkur. Fekk framlag frá öllum og óðin var hreinlega óstöðandi. Ég veit ekki hver á að stoppa hann í þessu liði hjá þeim. Skotin voru svo sem ekkert að detta mikið fyrir utan í þessu leik en tímaeförti skiptir máli. Þetta var skemmtilegu leikur og kannski á tímabili hélt maður hérna í öðrum og þriðja leiklut það ætlaði hreinlega að stingað af. Já, Valsmenn eru með virkilega gott lið og þeir koma alltaf aftur. Við vissum að þetta var eitt af því sem við töluðum alltaf þeir að halda áfram. Það er ekki hægt að slaka á í 1 mínútu. Það var kannski þessna sem að þeir voru þetta óli í deildinni, að þeir kunnaði sitt hvað fyrir sér. Nákvæmlega, það er ástæða fyrir þeir í öðru og við erum í 5. Það er bara þannig. Við erum litla lið í þessu, við þurfum að berjast fyrir hverjum einasta bolta, við þurfum að stíga út, henda okkur á boltana, það er bara þannig. Og það sýndi sér nú hérna, meðan að við stóð slísið þegar Darko tók hérna flugið út í áhörendaskarran og eftir einu bolta. Já, ég held reyndar að hausinn var að fjúka á honum þá, en hann er yndislegur hann Darko og hann hefur nátt betri leikinn í dag og óöfnum með villur. Minnst hann stundum fá ósanngjarna meðferð, en hann stóð sig flott þegar hann snaut við. Hann fekk nú ekki að spila ekki fulla 3 leiklutara? Nei. Ekki fulla 4, sko, það var bara ekki neitt. En allavega þetta var flottur leikur og nú er það 8 leikur í Vodafone-höllinu á sundaginn. Já, sunnudag klukkan 2 í Vodafone-höllinni að gera fjölmenna Þórsarar nær og fjær og styðja við baki okkar mönnum. Stuðningur skiptir gríðarlega miklu máli og það er bara þannig. Sást mjög vel í dag hvað þegar okkar liði gekk sem verst og þá hjálpuðu áhorfendur okkur í gegnum það. Þeir voru rosalega flottir. Virkilega og ég er svo stoltur og ánægður að þessu og nú bara ætlum við að koma heim með sigur á sunnudaginn svo að við getum búið upp á einn annan svona leik í úrslitakeppni. Nákvæmlega og það náttúrulega er því alveg yndislegt það verður yndislegt þegar það gerist. Já, það er bara þannig. Við gefum ekki tómi eftir og við ætlum bara auðvitað að koma heim með sigur. Það er bara þannig. Það er okkar markmið, við ætlum í úrslitinu, við teljum okkur að vera þar. En þú lítur að vera sáttur, sko, þrátt fyrir það, nú er þú á fyrsta ári sem meistaraflokksþjálfari hérna á Köllum og bara konið í úrslitakeppninu og rífur kjaft. Já, ég get gert það núna. Þú meina hvert annað þetta varst hennar. Við getum ekki sagt, við komumst í úrslitakeppni og ætlum að vera sáttir. Auðvitað ekki. Það virkar ekki þannig í íþróttum. Þú ert alltaf að halda og getur unnið alla leiki og fari allir þess að vinna alla keppnir. Þannig virkar það bara. Vilji alltaf aðeins meira? Of course. Bjarki, ég er sáttur við þetta. Takk fyrir. Takk fyrir og farið og fagnaði með strákunum. Takk. Og þínir strákur. Auðvitað.